Já, ég heiti Arnfríður Kjartansdóttir, er sálfræðingur í barna- og unglingageðteymi SAK eins og þetta heitir. Ég ætlaði reyndar að láta þetta heita Sá á kvölinu sem á völina, en það segir svo lítið þannig að undirtitill það er veruleiki unglinga í dag sem var það sem var svo auglýst. Annars verður maður kannski ekki vita að ég ætlaði að tala unglinga. En ég ætla samt aðeins að fá að byrja á því að tala BUGD-teymið, aðeins að lauma einu smá kynningu á því að það við heyrum undir barnalækningar og það það Andrésdóttir sem forstöðulæknir sem það líka með okkur í teyminu. Og svo ég sem sálfræðingur, Lydia barna- og unglingageðlæknir og Ragna Valdís iðjuþjálfur. Og ég ætlaði að taka mynd af þeim á fimmisfundi á þriðjudaginn og þá voru 2 veikar og þá gerði ég það bara ég tók mynd af aðstöðun okkar af því að það þannig að það eru mjög margir sem veit ekki hvar við erum eða halda að við séum í einhverjum kjallaraholu eða eitthvað. En þetta rými sem var innréttað fyrir barna- og unglingageðlækningar 2005 og bara ágætis aðstaða. Það kemur inn í einganginn og bara beint inn og ganginn í ritarabúrinu. Inni í horni mín skrifstofa og sjúkraflutningaskólinn og biðstofa og þetta flotta leikborð sem Georg Hollandis bjó til fyrir mörgum árum síðan. Skrifstofan hennar Rögnu og það brúsinni til svendanum skjárinn þar sem hún Lydia Þessi Lydia, hún vinnur aðallega fyrir sunnan og tekur viðtölum á skjá. Við erum nýbyrjuð á þessu, þetta virkar ótrúlega vel. Hún ekki alveg á staðnum og það en þegar fólk búið að venjast í að tala við einhvern á veggnum að þá bara virkar þetta. Svo ég sjá hvernig ég kemst út þessu. Það ekki eftir vatninu. Hérna fyrst að sætt. Ég ætla kannski ekki, einhverjar spurningar BUGD-teymið áður en ég sé held áfram með það sem ég ætla annars að tala En það sem ég ætla að tala það veruleiki ég ætla aðeins að segja með að ég byrjaði hérna á sjúkrahúsinu 2005 fyrst og svo núna í þessari rötu byrjaði 2013 og núna mér finnst þróunin síðustu árin hafi verið þannig að málum að fækka sem að koma til okkar og það aðalega vegna þess að við höfum verið mjög dugleg að vísa frá því sem á ekki heima hjá okkur. Austurland miklu meira sjálfborgað en það var. Það eru komnir nokkrir sálfræðingar þangað sem voru ekki. Það eru komnir sálfræðingar á heilsugæslustöðvarnar og í framhaldsskóluna. Það var bara fyrir 2 árum síðan að þá voru eins og mínir skjólstæðingar langflestir 16 ára stelpur. Og þær eru eiginlega ekki hjá mér lengur. Þær eru komnar bara til sálfræðinga í framhaldsskólinu. Sem ég held þessi fínt, það það sem þetta á að vera. Þjónustan ætti að vera í nærumhverfi. Við skilgreinum okkur sem 3. stigs þjónustu, sambærilegt við BUGD og ættum þá bara að taka þessi erfiðu og flóknu mál sem ekki hægt að sinna í 1. og 2. stigs þjónustu. En já, það sem ég ætla að tala það svona mitt fag, þróunarsálfræðin. Það eru tímabil í ævi okkur og það eru ýmsir sem hafa flokkað þessi tímabil. Það eru, PSC og ýmsir aðrir hafa flokkað þetta sem þróunarsálfræðina en það sem mér finnst auðveldast að nota það bara þessi flokkun sem notið í okkar nútíma samfélagi. Það eins og skólarnir gera. Það litlu börnin sem eru ennþá heima og kannski hjá dagmömmu og svo eru leikskólaaldurinn og svo í skólanum, á grunnskólanum að þá yfirleitt í stærri skólanum flokkað í yngsta stig, miðstig og unglingastig. Í pínu litlu skólanum þá þetta kannski bara 2 stig en unglingastig það vita yfirleitt allir hvað átt við þar og það strákarnir sem eru þarna aldurinn 13 til 15 ára. En miðstig skiptir líka mjög miklu máli og í eldri, eins og námsbókunum mín þá eiginlega ekki tala þetta pre-puberty en það hugtak sem mikið notað núna og það þessi þarna áður en kynþroskinn að byrja eða þegar kynþroskinn að byrja. Þannig hann byrja nú stundum áður en krakkarnir komið upp á unglingastig í skólanum. Og svo eru framhaldsskólaárin, 16 til 20 ára, svona cirka, og ungir fullorðnir 18 til 25 ára. Og það eins og, það sagt að heilinn sé ekki fullþroskaður fyrir 25 ára. Og
börn fram að upp að 18 og þá eru þau orðin fullorðin og við til dæmis barnaverndarlögin gerir líka ráð fyrir að börn séu börn upp í 18 og við þurfum mikið að vinna taka tillit til barnaverndarlöganna í okkar vinnu og já það sem einkennir svo þetta sem ég kalla miðstigið ég held að það sé alveg ágætt orðið og það vita alveg flestir sem eiga börn í skóla hvað þetta þýðir að það eru krakkarnir ennþá að leika sér það er óþekkt fyrir mig að ég þarf eiginlega að horfa aftur og í báðar áttir þegar ég er ekki með þetta hérna á hreifsins það er þau eru ennþá að leika sér og fjölskyldan er mjög mikilvæg þau skilgreina heimilið sem sitt og eiga foreldrarna sem sínar þau geta sagt kannski við hvert annað eigið þið 2 bíla og þá eru þau að tala bara það sem er til á heimilinu eða þau tala bara það sem er fjölskyldan á sem sitt og leyndarmál eru mikilvæg hjá þeim í vináttu það er þarna sem að þeim finnst gaman að búa til dulmál og leynifélög og þau geta skilgreint vináttu maður spyr krakka þessum aldrei hvernig maður veit hver er góður vinur að þá getur það alveg fundið upp á svara það er svo sem að þeir eru við leyndarmálið að þau skilgreina og ef maður er góður vinur þá þegar maður er við leyndarmálið og þetta er eitthvað sem er svolítið mikilvægt að muna því að þetta er meðal annars eitthvað sem að fullorðnir sem að vilja ná til barna geta nýtt sér eða misnotað að það er til að þeir eru við leyndarmálið og þau núna í dag þá þau eru að kunna að lesa og nýta sér skrifmál, maður gerir ráð fyrir þau séu orðin alveg fulllæs og getur bæði lesið og skrifa og þau kunna ensku, þau skilja ensku, þau geta lesið og yfirleitt lesið ensku og allavega heilt skiljið talað ensku. Og þessum aldrei er líka mjög þétt vináttusambönd, stelpur sérstaklega geta verið í bara svona klessusambandi, jafnvel kannski ekki endilega leiðst heim á skóla en þær eru alltaf saman og það er sumir sem vilja meina að þetta sé þá líka æfing fyrir bara hjónaband seinna á ævinni. Og foreldrar hafa oft meitt áhyggjur á krökkunum sínum ef þau eiga ekki vini, svona besta vin. En þetta þýðir líka að ef maður stendur einn á þessum árum að þá er maður mjög viðkvæmur fyrir ýmsu sem er ekki gott eins og til dæmis að það er mjög mikil hætta á einelti og maður getur leiðst út í hegðun sem að hefa svo afleiðingar seinna. Ég kem aftur á því. Og svo er kynþroskinn, unglingastigið. Og það væri voða einfalt ef þetta væri þannig allir yrðu bara kynþroska sumarið áður en þeir fara í 8. bekk. En það er nú því miður ekki þannig. Við erum alveg með krakka. Hvað er þessi yngsta sér sem að krakka eru kynþroska? Barnalæknir, hvað segir þið? Hvenær verður krakka kynþroska? Hvað er það yngsta sem þið sjáu? Þetta er alltaf því sem það stelpur geta byrjað 8-9 ára með fyrstu einkenni og svo tekur það einhver ára að verða að það er kynþroska og strákar fyrir einhver með 5 árum og eftir þeim. En maður getur alltaf verið með stelpur sem eru byrjaðar á blæðingum 10 ára og manni finnst það svo mikið synd að vera komin með fullorðins líkama og vera lítið barn. En það væri miklu einfaldlega að það væri bara allt þarna þegar hinir krakkarnir eru líka þarna í 8. og 9. hugsanlega 10. bekk. En það sem að gerist líka fyrir utan kynþroskan á þessum árum að það er að andlegu þroski er líka mikið og þá fara þau frá heimilinu og fjölskyldinu yfir í jafningjahópinn og vinirnir eru farin að skipta miklu meira máli en foreldrarnir. Það eru þessum aldrei sem þeir nenna ekki að koma með í ferðalag, þau vilja að þeim sé boðið með en vilja geta sagt nei, en við vilja frekar vera með vinum sínum. Og þessum aldrei er náttúrulega líka mestu breytingar í líkamanum sem gerast alla ævina, var með talum meðganga. Og sjálfsmyndin er orðin mjög mikilvægt, þess að mikilvægt hvað þau eru sjálf, þau skilgreina sig ekki sem hluta af fjölskyldunni. Það er erfitt að vera langt á eftir eða langt á undan jafnöldrunum. Og svo er líka til, þessi sem ég kalla andlegan þroska, þetta er tengist ekki endilega greindarvísitalan, maður getur alveg verið lítill í sér eða hvernig maður á að lýsa þessu og staðið sér vel í skóla en ekki orðin unglingur eða fullorðin maður upplifir sér ekki sem ungling, maður upplifir sér frekar sem bara barn. Maður hefur ekki áhuga á kannski þessu sem að unglingar oft fá áhuga á eins og hitt kynið eða prófa einhverju svona fullorðinsluti sem að kannski eru bannaðir eins og að drekka eða reykja eða eitthvað þannig.
Og svo líka í þróunarsálfræðinni að það alveg eðlilegt að reyna að sporna gegn einhverjum af þessum breytingum. Stelpur oft, að þeim finnst mjög óþægilegt hvað líkaminn breytist mikið og finnst þær verða feitar og breiðari mjaðmir og brjóst og vilja þetta ekki. Og það líka í þróunarsálfræðinni skiljanlegt að maður vill ekki verða fullorðinn karl eða kona, og fullorðinn kynþroska einstaklingur og þá sjá sumir það sem leið að breyta sér í hitt kynið sem náttúrulega gengur engan veginn til lengdar. Eða bara segja þau séu ekki neitt, asexual. En þetta, já. Ég ætla aðeins að tala meira hennar andlega þroska, af því að hann skiptir líka máli varðandi sjálfsvíg. Það sérstaklega í 8. bekk sem að gerist svakalega mikið. Ég segist að ég skil ekki alveg af hverju fermingin þá, af hverju hún ekki aðeins seinna þegar við erum að skilja betur hvernig þetta hangir allt saman. Það kannski myndi enginn fermast, ég ætla ekki að segja þetta. En allavega þetta mjög mikilvægt þroskatímabil. En skilningur á óhlutlægum hugtökum ekki fullþroskaður. Og eins og til dæmis dauðinn, að þau vita alveg að það til eitthvað sem óendanlegt, en þau líta, þau vita hann ekki, þau vita að maður lifir ekki þegar maður dáinn. Best að segja bara söguna stelpunni minni þegar hún var 4 ára og leikskólinn hennar, þau fóru stundum í sveit þar sem maður var hundur og hún var mikill hundavinur og mjög ánægð með þennan hund og svo einhvern tímann 2 daga í röð og þá fór leikskólinn í sveitina af því að það var verið einhverjar byggingaframkvæmdir í leikskólanum og fyrir daginn þá kemst hún að hundurinn dáinn. Og það fannst þeim náttúrulega ekki gott. Og svo þegar þeir fóru aftur næsta dag, þá sagði hún hundurinn ennþá dáinn. Þegar maður 5 ára eða 4 ára, þá skilur maður ekki að dauðinn endanlegur. Unglingar vita hann endanlegur, en það samt eins og þau upplifa það ekki þannig. Að ég hef haft til dæmis stúlku sem að sendi mér tölvupóst að hún ætlaði að drepa sig einhvern ákveðinn dag í kringum jól eða eitthvað fyrir nokkrum árum síðan. En við skildum tala það í næsta viðtali. Næsta viðtal var dagsett í janúar. Og ég veit ekki hvort hún ætlaði að koma sem afturganga til minni eða hvað hún hafði hugsað sér. Það sem pointið að hún bara virkilega sá þetta ekki sem að þetta væri eitthvað sem yrði ekki aftur tekið. En svo það líka að ef maður býr við erfiðar aðstæður eða manni finnst lífið erfitt, þá þetta oft það sem maður sér bara sem einu leiðin út úr vandinu og það að vera ekki til. Og ef maður ekki til, þá maður líklega dáinn. En það ekki það samt endilega þannig að maður vilji vera dáinn eftir árið eða í næsta mánuði. Og þau geta mjög gjarnan verið með einhverja framtíðarplön og alveg raunhæf framtíðarplön þó þau segja að það ætli að deyja. En já, það var líka einn stelpa sem sagði við mig, mér langar, ég get ekki verið hérna, ég get ekki verið hérna, en ef ég fer í strætó þá gerir hann hring á landinu og ég lendi aftur heima hjá mér. En ég fannst hún bara ekki komast neitt í burtu. En þetta breytist við 18 ára aldur, en þá líka því með þetta ríkur sér tíðni sjálfsvíga upp. Ég búin að vinna með unglingum líka við bara frá því ég var unglingur sjálf og hef aldrei verið með neinu sem hefur fyrirfarið sér. Ég hef aldrei, 7, 9 og 13, ég hef aldrei mist skjólstæðing. En ég hef hrætt að það gildi því miður ekki fullorðinsgeðlæknana. Og það ekki vegna þess að ég svo rosalega góður sálfræðingur, það bara vegna þess að ég með þennan aldurshóp. Og ég veit ekki hvort að þetta róa fólk eitthvað, maður þarf ekki vera alveg svo rosalega stressaður að vera krakkarnir séu bara dánir næsta dag þegar þið eru að tala þetta. Auðvitað þarf maður að taka þessu alvarlega, en þetta ekki, eins rosalega hættulegt eins og þegar einhver sem orðinn 18 ára fyrir að tala það. En eins og ég segi, vandamálin þau byrja oft á miðstigi, það erfitt að passa ekki inn í rammann, það erfitt að verða kynþroska mjög ungur. Og það erfitt þegar maður neyddur til að byrja á kynlífi og kynþroska. Kynlíf reyndar þó einhver vilji meina að barnið hafi verið fullkomlega samþykkt þessu og jafnvel tekið frumkvæði, að því að lítil börn geta líka, ég verið með til dæmis, það var stelpa sem hún var ekki orðin 10 ára, hún var að beita lítinn frænda sem kynferðislegu ofbeldi. Að maður lítur bara á kynlíf hjá ungum börnum sem ekki orðin kynþroska sem ofbeldi, alveg sama hvað hver vill það. Og
svo náttúrulega líka mjög erfitt fyrir þau að þurfa að bera ábyrgð, til dæmis á veikum foreldrum eða ef það fíkn á heimilinu. Þetta allt eitthvað sem hefur afleiðingar seinna. Og varðandi neyslu og svoleiðis að þá það sem forvarnafræðsla var mikið skorin niður í kreppunni fyrir 10 árum síðan, og þá hættu skólarnir að fá eins og Maritafræðsluna í skólana og þessi forvarnafræðsla átti að fara inn í lífsleiknikennsluna. En ég ekki viss að það sé alveg nóg, vegna þess að svo þegar ég spyr krakka hvort þau þekki til dæmis bara skaðsemi nikótíns, og þá veit þau ekkert um það, þau halda að það sé allt í lagi að veipa, því að þá maður ekki, þau halda að það sé bara tjaran í lungun sem er hættuleg. Og svo náttúrulega margir sem halda að cannabis sé saklaust líka. En svo leið, og þessi fræðsla, mér finnst hún ekki nógu góð, en þá yfir samtök sem að fá að koma í heimsóknir í skólana, eins og hins Norðurland, aflið, blátt áfram. Og það spurning hvort að það sé það sem við viljum, að það sé einhver svona hagsmunasamtök sem að fræða börnin okkar hvernig heimurinn er. En börnin líka ná svo sem ég alls konar fræðslu líka annars staðar, það ekki það. Þau eru á, ég setti bara nokkra myndir í nokkrum samfélagsmiðlum að og maður sækir í það sem maður hefur áhuga á og maður fær áhuga á því sem maður er að fást við. Það til dæmis sniðugt fyrir okkur ef maður ætlar að stefna einhver erfiðu markmið eins og maraþon eða eitthvað þannig, að þá bara umgangast fólk með sama markmið sem heldur manni við efnið. Maður les þetta og maður er í hópum á Facebook sem snúast sama áhugamál. Og samfélagsmiðlarnir þeir kunna þetta með að halda fólki við efnið, að ég meina maður ég nefndi eitthvað, einhver ætlar að labba á Pannafjallshnjúk og þá skrá hann sig í einhvern hóp sem að stefnir að þessu, eða það einhverja fjarþjálfun og það sem eru fleiri, í hóp það sem fleiri eru í sömu fjarþjálfun. En og þetta virkar náttúrulega líka þannig að það sem maður er að gera, það hefur áhrif á mann. Reyndar, já, þetta kannski svolítið auka út úr að maður setur á Facebook það sem manni finnst ekki alveg gefið að maður hafi, eða maður er hræddur að missa. Það er ekkert endilega sú mynd sem fólk er að setja af sér á Facebook sem er rétta myndin. En fólk getur haldið að allir aðrir séu svona, mikið af myndum af fólki sem er með börnin sín upp í fjalli, þá finnst mann að allir hljóti að vera með börnin sín upp í fjalli. Maður ætti að fara með börnin sín upp í fjall, annars er maður lélegt foreldri. Og svo líka monstatusar foreldra börnunum, fólk gerir það er erfitt að stilla sig þegar barnið hefur verið að standa sig vel, að koma með stúdenshúfuna eða eitthvað, setja ekki myndaði á netið. Þegar maður fær náttúrulega mjög skemmtilegt feedback á það, en krakkarnir þola þetta ekki. Og það er náttúrulega allir foreldrar að spyrja á börnin sín hvort þau sé í lagi að gera þetta á henni að gera. Svo er þetta náttúrulega það sem er á netinu, það eru mjög bjagaðar upplýsingar og klám er bara eitt dæmi mjög bjagaðar upplýsingar. Þetta er það þýðir ekkert að ímynda sér að það sé hægt að koma í veg fyrir að krakkar sjáu klám á netinu. Það eru til síur en þær kannski hjálpa og það hjálpar alltaf að tala við krakkana, tala við börnin sín og vita hvað þeir eru að gera og reyna að hafa þetta öryggi þannig að þau getur komið til manns og sagt þetta kom upp einhver hættuleg síða, ég vil ekki sjá þetta. En því miður og þá er þetta þarna það sem að sérstaklega ungir drengir fá upplýsingar kynlíf sem eru mjög bjagaðar. Þetta byggist í rauninni bara á sjóninni, hugsanlega heyrninni og þetta er það eina skilningarvit sem að ég hugsa að fólki er kannski til í að sleppa þau sem að vita meira kynlíf, að það er sjónin. Þetta eru upplýsingar byggist bara á einu skilningarviti. En þarna er líka, þarna fá strákarnir að hluta til sína sjálfsmynd og mjög skrýtnar fyrirmyndir. Það er til dæmis mjög mikið ofbeldi þarna í kláminu. Og ég sé það að bara í minni vinnu, ef ég miða við, ég byrjaði að vinna sem sálfræðingur 1990 og það er miklu algengara núna að unglingar segja mér frá ofbeldi í ástarsambandi. Og ég held að það sé ekki vegna þess að ég segi mér fyrir eitthvað frá því, ég held að það sé orðið algengar.
og ég ætla ekki að kenna kláminu. Ég veit ekki hvort að þið hafið einhverjar aðrar hugmyndir hverju er að kenna. Og svo nota, fullorðnir, við notum netið aðeins öðruvísi en unglingarnir og börnin. Við til dæmis, við googlum, við lesum okkur til. En unglingarnir þeir fara inn á samfélagsmiðluna og horfa svo á myndbönd og hlusta á einhvern sem að tala þetta sem að er. Það er það sem þau vilja vita. Og það var bara daginn stelpa sem að var, ég man ekki hvað var að hjá henni, ég held að það var einhver átröskun eða eitthvað, hún var ekki alveg að borða eins og hún átti að gera. Og ég var svona að reyna að finna út hvar hún fengi upplýsingar hvernig væri gott að borða, vegna þess að það er nú stundum svolítið bjagaðar upplýsingar, það er hollt. Og hún sagði, hún les ekki neitt. Þá er hún ekki að lesa, þá fer hún á YouTube og followar einhverja YouTubera sem að tala og yfirleitt á ensku. Þannig að hún hlustar á þetta þegar hún er að bara gera eitthvað annað jafnvel. Ég held að flestir inni lesi frekar, menn finnst það taka langan tíma að vera að hlusta á einhvern, nema maður sé að þvo upp eða gera eitthvað annað samtímis. Og svo er líka, munurinn líka á foreldrum, til dæmis bara þegar ég var að alast upp, maður hafði ekkert svo mikið prívatlíf. Foreldrarnir vissu alveg hvað maður var að gera því þau voru það bara nálægt manni. Húsið var ekki eins stórt. Núna eru kannski krakkarnir á einhverju annarri hæð en foreldrarnir og mjög oft bara lokuð inn í herbergi og ég svo ofta reka mig á það að fólk borðar ekki kvöldmat saman. Það er eitt af því sem ég þarf svona að minna mig á að spyrja alltaf borðið þið kvöldmat saman og biðja fólk að borða kvöldmat saman vegna þess að þetta er svo upplagt tækifæri til að ala upp börnin sín og vita hvað er í gangi og kenna þeim mannasiði og borðsiði og bara allt. Svo í þessu þá náttúrulega þegar maður er að gera eitthvað þá er ekkert ókeypis. Ef maður fer á netið að gera eitthvað, hvort sem maður sækir eitthvað app eða sækir einhverjar upplýsingar, þá fylgja alltaf auglýsingar. Og mann er beint í ákveðna átt. Bara eins og þegar ég keypti þennan síma að það gat ég valið hvaða fréttaveitu ég vildi fylgjast með. Og ég gat valið hvernig fréttir ég vildi horfa og ég gat valið frá eitthvað sem ég nefndi ekki að taka. Þannig að ég fæ mjög svona takmarkaðar fréttir eftir ég hafði gert þetta. Ég hafði bara merkt á hverju ég hafði áhuga. Nú fæ ég bara fréttir það sem ég hafði áhuga. Sem er náttúrulega mjög, já, ég nenni samt ekki að horfa endalaust á einhverju íþróttafréttir. En það er þetta sem en netið gerir þetta yfirleitt bara fyrir mann. Ég ætla aðeins að fara inn á Þetta er, veit ég hvort þetta er mjög hátt. Þetta er stopp þetta er bara þannig að sjáu skjáinn. Ég googlaði bara Overwatch, þetta er einn af þessum tölvuleikjum sem að strákar eru mjög mikið í. Það var einhvern tímann ég var að tala við, hann var svolítið orðinlega ábyggilega 17 ára strákur sem ég var að tala við og spyrja hvað hann var að gera. Og hann fór að segja mér frá hvernig þessi leikir eru og hvernig þeir virka og allt það. Og svo fór ég heim í tölvuna og fór að skoða allt þetta sem hann hefði verið að benda mér á. Og dóttir mín, fullorðin, var heima hjá mér og sá yfir öxlina á mér og bara, mamma, ertu orðin geðveik? Þegar hún var ekki vön að sjá mig vera að gera svona hluti í tölvunni. En það sem ég tók eftir að auglýsingarnar sem ég fór að fá og líka á Facebook, að það eru allt öðruvísi eftir ég var búin að vera þetta smástund þarna, þá er ég farin að fá auglýsingar til dæmis Mountain Dew sem að ég held að sé algjört ógeð. Þetta er gos sem ég hef aldrei smakkað og mun örugglega aldrei smakka með mjög háu sykurhlutfalli. En það er eitthvað sem að ég held að það sé dottið úr tísku núna, nú myndu líklega vera Nokko eða eitthvað þannig í staðinn. En þar var ég að fá, bara við það ég var farin að horfa á eitthvað annað en ég var vön og þá breyttust auglýsingarnar. Og þegar maður þarf ekki að smella lengi og horfa lengi á svona leiki til að það sem kemur við hliðina sé allt öðruvísi. Þannig að samfélagsmiðlarnir eru að halda manni í svona ákveðnum ramma, skurði einhverju, farvegi.
án sem að gera sér kannski grein fyrir þau, en fyrir krökkunum þá þetta bara fullkomlega eðlilegt og þeim finnst að allir hljóti að vera í þessu og þetta er þeirra veruleiki. Og ef maður heldur aðeins áfram þarna í þessu og horfir á fleiri myndbönd, að þá kemur í ljós mjög fljótt mjög mikið ofbeldi. Ég nenni ekki á, mér finnst þetta hundleiðilegt, ég nenni ekki að horfa á þetta. Og ég held að það gildi flesta foreldra að þeir nenni ekki að horfa á það sem börnin eru að horfa á, því miður, sem kannski þýðir að maður veit ekki hvað þau eru að gera. Og það er jafnvel spurning hvort maður ætti að leyfa börnunum sínum að vera í einhverju sem maður nennir ekki að horfa á sjálfur. Og það er í gegnum þessa svona leiki sem að þeir eru að leikja leikina að þau kynnast nýjum vinnum og jafnvel líka að þau finna sér kærasta eða kærustu líka á netinu. Einhver sem hefur á sömu áhugamál, sem er bara fínt, ég menn það er fínt að finna sér maka sem er með svipað áhugamál, en þetta er bara allt annar heimur en allavega mín kynslóð þekkti. Það þekkir. Svo er hérna nokkur dæmi leiki fyrir yngri krakka, þetta Gacha Studio, að það er app, þar sem að þau klæða svona anime-fígúrur einhverjar í einhver föt og þau geta klætt þessar fígúrur í mjög lítiða fötum, en þetta eru svona stelpur í bikini og eitthvað svona sem að, og svo ef maður fer inn á YouTube, ég ætla ekki að gera það núna, en hérna, ef maður fer inn á YouTube og bara stæði inn þessu Gacha Studio og þá koma fullt af myndböndum sem litli krakkar hafa búið til. Þetta er ótrúlega klámfengið og ógeðslegt. En þau setja yfirleitt svona einhverja huggulega tónlist yfir þetta þannig að það sem að foreldrar heyra, þetta hljómar bara mjög vel. En þegar maður fer að skoða þessi vídeó, þau eru bara ógeðsleg. Og svo ætlaði ég að prófa bara í gær að setja inn Musical.ly. Ef maður skrifar þetta sem stendur þarna, musical.ly, og þá er bara fermaður aðgang A69, þetta er bannað hérna sagt. Þetta er leikur sem að, þetta er hérna það sem að litlar stelpur hafa mikið verið þessi 10 ára, að það var, þær eru að dansa og setja myndbönd af sér að dansa inn á þessa síðu á netið. Maður þarf að skrá sig inn með notandanafni og lykilorð, maður þarf að stofna aðgang til að fara inn, sem ég gerði einhver tíman, og þegar maður kemur inn og þá kemur bara fullt af myndum af litlum krökkum sem að fyrir mér þau virka mjög einmana og þetta er náttúrulega leikfullur fyrir barnapöra. Og það sem að, mér sýnt þetta banna núna, það er fólk virðist vera búið að uppgötva að þetta er hættulegur staður. En þessar síður að þessi fyrirtæki þau finna sér alltaf bara nýjan og nýjan vettvang. Þannig að fyrir foreldrar að reyna að fylgjast með hvað börnin eru að gera, það er bara, þetta er endalaust. Og ég segi fyrir mig, ég er náttúrulega verð að vita þetta finnst mér að verandi í þessari vinnu sem ég er í. Mér finnst þetta bara ekkert skemmtilegt. Þegar ég hætti að vinna þá ætla ég hætta að vera svona á netinu. En sem foreldri þá verður maður að vita þessu, vil ég meina. Hvernig á maður annars að geta vara börnunum við þessum hættum. 2007 þá kom vist fyrsti iPhone-in og ég tók eftir þessu 2010, allavega man ég að 16 ára sonur minn fékk snjallsíma þá, 2010. Og þá voru krakkarnir sem voru fædd aldamótin 10 ára og þau fengu snjallsíma löngu undan foreldrunum. Og þau reyndar eru vel að 18 ára núna, en margir úr þeim árgangi bara voru þegar þau voru 10 ára að senda netta myndir af sér og bara alls konar hluti sem að eiga eftir að hafa afleiðingar fyrir þau. Þetta fólk bara alla ævi, þess vegna. Og foreldrarnir voru algjörlega grunlausir hvað var í gangi. Það í barnaverndarlögunum og eftir útivistarreglunum að þá er þessi klausa að foreldrum ber jafnframt eftir því sem eru þeirra valdi að vernda börn gegn ofbeldis og klámefni eða öðru slíku efni, meðal annars með því að koma í veg fyrir aðgangu þeirra að því. En það vantar eiginlega kannski meiri ákvæði netið, ég veit ekki hvort það er hægt að klessa því þarna undir. Það er ekkert annað í barnaverndarlögunum akkúrat þetta. Ég meina, hvernig eru hætturnar á netinu með að við bara samanborðið við miðbæinn að kvöldi til? Ég held að það séu fleiri barnaperrar á netinu en niður í miðbæ, Og svo getur maður líka veltið fyrir sér af hverju er yfirleitt verið að banna myndir og leiki. Maður getur nú alveg, ef einhver spyr mann að því, getur þau bara svarað því, bara hér nú, af hverju leikir og myndir eru bannaðar. En þetta eru
Það eru margar ástæður fyrir því. Og ráðin sem að ég fekk til þess bara þegar ég átti mín börn að það var að maður ætti að horfa á allt þetta efni með börnunum til að geta leiðbeint með það. En eins og ég segi, ég held að fólk nenni því ekki í dag. Maður er komið svo langt frá þessu. Það vitið þið foreldrar sem að horfa á allt með börnunum sem að þau eru að horfa á. Ég ætla að veit marga sem gera það ekki. Ég var búin að þetta. Já, það sem yngri krakkarnir gera líka, þessi krakkarnir á miðstiginu, að þau búa til myndbönd í leikjunum sem þau eru í. Þau meðal annars eins og þau gera með Gakkja-stúdíu, en það er líka það leiki sem eru kannski eins og einhverju byssuleikir eða eitthvað þannig, eða Fortnite, það sem þetta snýst um að fá einhver skinn sem að veita manni kraft, þannig að liðið manns getur frekar unnið eitthvað. En svo leika þau þessa leiki líka bara út í frímínútum án þess að vera nokkuð með einhverja tölvu eða snjallsíma og þá er það kannski einhver einn sem að ræður hvaða krafta hinir fá og svo er kannski einn sem að fær aldrei neina krafta. Og þetta er náttúrulega pjúra einelti og það er mjög erfitt fyrir fullorðna að meta, sjá að þessi þannig einelti í gangi þegar þetta er eitthvað, það sem að krakknir eru í rauninni bara að leika tölvuleiki. En það gera krakkar, þau leika það sem þau sjá. Og spurning, hvað er hættulegt fyrir barn? Foreldrar geta ekki metið hvort eitthvað sem þeir þekki ekki er hættulegt. Við vitum til dæmis með sundlaugar hvort þeir eru hættulegar eða ekki. En ef við líðvörður og klóri í vatninu og svona, þá vitum við að þetta er allt í lagi. Og við vitum hvort það er hættulegt að labba einnig með einhverju götu eða eitthvað svoleiðis. Og við vörum börnum nokkuð við að fara í bíl með ókunnum, en við vitum ekkert við hverju það eru að tala á netinu. Og ef foreldrar vita ekki hvernig samskiptaforrit virka, þá náttúrulega hafa þau engar forsendur til að meta hvað svo hættulegt er. En svo þess að við gera, þau eru líka að fá alls konar upplýsingar, það er kannski það sem ég fyrsta hugmyndi þegar ég ákvað að taka þennan fyrirlestur, það var að tala þessar upplýsingar sem að fólk fær. Þetta er ekki, þegar þau eru að horfa á þætti, þau segja það mjög oft að þau séu bara að horfa á þætti, þá er þetta ekki bara að þau eru að horfa á Friends. Þau eru líka að followa einhverja YouTubera, fólk sem er að setja myndbönd á YouTube og það eru mikið stelpur að mála sig og læra allar stelpur að mála sig með því að horfa á einhverja stelpur á netinu að mála sig. Svo eru eins og þessi krakkar sem eru trans, fara ætla að skipta kyn eða eru að skipta kyn eða búin að jafnvel að lýsa sínu lífi og þetta er mjög oft mjög fegrað eins og þetta hafi leyst öll vandamál í heiminum að skipta kyn. Og hvernig á maður það að vita þegar maður er 12 ára og langar ekki til að verða fullorðinn kynþroska einstaklingur að þetta sé bara brot af sannleikanum sem kemur fram í þessum þáttum sem það er að horfa á. Þannig gerir fólk myndum þetta sjálfur sér að spila tölvuleiki. Og til dæmis eins og stelpur með átraskanir, það er náttúrulega alveg líf og hrærast í þessum heimi á netinu. Það fylgir svolítið átraskunum að maður einangrast og maður fær kannski ekki að vera með, til dæmis, maður fær ekki að stunda hreyfingu eins og leikum og svo lesa því að maður gerir það svo ýkt. Og þá getur maður bara farið og fylgst með allir svona hinir sem eru með sama vandamál að gera. Og ég vil meina allar þessar upplýsingar og innsýn í líf einstaklinga sem að tala um hvernig er að vera svona þessi. Það færi verulega ókunnur sem miklu nær unglingum okkar en við gerum okkur grein fyrir. En finnst þau þekkja það sem þau fylgja. Og það skiptir ekkert máli hvort þetta er á Snapchat eða YouTube eða Instagram eða Twitter eða hvað það er. Og það koma kannski vikulegar uppfærslur hvernig gengur að skipta kyn, hvernig gengur að léttast langt niður fyrir kjörning, hvernig tíðaköst koma og fara. Og unglingarnir samsama sér með þessu fólki og þá bara líka beintið að ákveða að maður sé með einhverja greiningu. Og HAM, eða hugræn atferlismeðferð, mjög stuttu máli fæst við það hvernig maður hugsar. En þessar upplýsingar og árit á netinu það eru svo miklu meira en var til dæmis þegar ég byrjaði með HAM. Og þetta hefur náttúrulega áhrif á hvernig maður hugsar. Og aftur dæmi með anorexíuna. Stelpurnar fá svo miklar upplýsingar á þessum ProAna síðu, þegar maður googlar ProAna, professional anorexía, hvað þetta stendur fyrir, ég veit það ekki. Þá er hún með fullt af upplýsingum sem að vega gegn því sem ég sem sálfræðingur er að reyna að segja við þær. Það verður oft mjög þungur róður að reyna að finna hvað krakkarnir eru að hugsa, hvað þau vita.
og reyna að breyta þeim hugsunum. Það semst ekki nóg að spyrja hvað maður mikið í tölvu eða snjallsíma, þannig að maður þarf að spyrja hvað maður að gera. Það svo margt í boði núna. Og foreldrar verða að vita í hvaða heimi börnin hræðast til að geta leiðbindum. Ég held að tími sinni bara alveg að vera búinn, mér langar samt til að segja sögu. Þetta var þetta afi sem hann var svo vanur því að vera bara með krökkunum og tala við þau hvað bækur þau væru að lesa og hvaða vinnu þau væru að umgangast. Og svo voru barnabörnin tvíburar inn í herbergi Counter-Strike og hann fór inn í herbergi og ætlaði að vera með þeim í Counter-Strike, að sjá þá í Counter-Strike. Vitið hvað það er? Þetta er skotleikur, mjög mikill hávaði og svo yfirleitt þá eru með þetta í heyrnartólum en þeir voru ekki með þetta í heyrnartólum, þeir voru með þetta í hátölurunum og voru bara í einhverjum völundarhúsum að skota fólk. Afi náttúrulega gafst upp og kom fram og nefndi hress ekki lengur. Og hann var alveg hissa á þessu og honum fannst þetta óþægilegt að geta ekki verið með barnabörnunum sínum af því hann var vanur að vera með börnum sem maður viti hvað það var að gera. Þannig ég segi bara hvort það verra að vera í símanum fyrir fram á börnin eða vita ekkert hvaða krakkarnir eru að nota snjalltækin í. Þannig að kannski vera við hliðina og horfa á sama skjá. Sko í versta falli þá geta afkvæmin rotað fyrir eitthvað glæpsamlegt eins og kaupa og selja fíkniefni eða birta klámefni. Og alls konar hótanir og varumeðingar og einhaldi. Þetta er bannað. Og þetta er síðasta glæran. Ég vil meina að það er svo óbúðslega margt í boði að börn í dag þau eru alveg upp við þá hugsun að þau geti valið hvað sem er og þau eru ekki bara að velja sér menntun eða búsetu. Þau velja sér líka kyn og kynhneigð og geðgreiningar og þar fram eftir götunum. Einhverjar athugasemdir? Hvað segirðu aðstandendum og hvað aðstandendum vantilega stundum með í vetrunarheilsu? Jú, mjög. Hvað segirðu aðstandendum að nota snjallsíma eða tölvur inn í svefnherbergi á kvöldin? Ég ráðlegg að það sé ekki farið með snjallsímann inn í herbergi. Ég ráðlegg fólki að kaupa vekjaraklukkur, gamaldags vekjaraklukkur. Og ég reyna að muna að segja öllum að borða kvöldmat saman. Það kannski skiptir sér. Hvernig með snjallsíma eða farsíma á skólan? Og hvað að vera með síma í skólan? Það er svolítið misjafnt. Þetta hefur, það hafa verið foreldrafélög sem hafa verið bara með múður og vilja að skólinn sé ekki að banna þeim, krakkarnir að vera með þeirra eigin eign í skólanum. En flestir skólar eru með einhverjar reglur þetta. En ég hef náttúrulega líka verið skólasálfræðingur. Mér sýnist þetta virka best þar sem er bara að tala skynsamlega við krakkana hvað er skynsamlegt að gera og hvað ekki. Og bara vera kurteis, að vera ekki til dæmis í símanum í tímum og það er bara, það er engar einar reglur sem að gilda yfir alla skóla. Það er alltaf verið með hvað námsárangur er lélegur hjá, kannski sérstaklega strákum og þeir væri að lesa í skólum. Þannig að það er skvítið að fá að vera með símana í skólanum. Það lítur að skilja þau athygli að vera alltaf með síma. En þau eru ekki alltaf með síman í tímum. Og það eru sumir sem eru með svona kassa sem að krakkarnir koma bara og setja símana í hverjum tímum. Ég held að það sé nú algengast ef þau eru yfirleitt með símana eitthvað uppi. Það getur verið einhver annar að vita þetta betur en ég, þeir sem eiga börn í grunnskólum núna. Það var þannig í símanum mínum að þau máttu koma í síman en það átti að vera ofan í túsbæðum á skólatíma. Og svo getur þetta breyst eitthvað bættir inn í hvað ekki. En það er engar reglur sem að gilda bara yfir allt. Og mér langar líka aðeins kannski líka þá bara til enda og ég segi, ég held ekki að það er eftir að versna og versna. Ég held að þegar þessir krakkar verða foreldrar þá hafa þau fattað hvað það er mikilvægt, þá skilja þau þannan heim. Það er svo mikill munur á okkur sem ólust upp algjörlega án tölva og eignast börn eða
barnanna sem að ólust upp í þessum heimum. Þessi pínuður spurning, hvað eru mörkin á milli andlegs ofbeldis og þess að skamma krakka? Það liggur við að ég segi það ekki efni þessa fyrirlestra. Þegar stórt spurt. Svör. Ég held að sé það sama, sko, líka við. Skammir, sko, til að sem maður á að skammast sín, svo ég fari nú til það, að það er ekki gott. En svona leiðbeiningar, eru það skammir? Uppbyggileg gagnrýni, er það skammir? En ég held að sé ekki gott að skamma sín. Þó að kannski í sumum trúarbrögðum að þá hjálpi það manni til að komast á himna, en við erum ekki með það í trúarbrögðum hér held ég. En segjum svo að við fá ekki vera með síma í tímanum, síminn sé í kassa fyrir utan kennslustofuna, svo er eitthvað verið að kenna þeim í kennslustund og svo fara þau út í frímínútur, grípa símann og við komum í einhverja leikið þar eða spila bóð og svona. Þannig að kannski að það sem þau eru að læra í tímum og ætti kannski að vera svona að meltast í höfðina þeim að það er allt bara því að þetta blási burta því þau eru strax komið í síma, einhvern annan veruleika. Þannig að þó svo að þau séu ekki með síman í tímum, þá allir í athygli og hugsa rænt frá þeim að reyða og koma út. Já, ég held að það gildi alveg, sko, fyrir suma. Og ég held, almennt eru krakkar of mikið í snarfsíma. Já. Eða, sko, og líka hafa aldurstakmark á því hvernig þau fá snarfsíma. Ég man ekki eftir að nokkuð að sé það í þessum með lélega námsárangur og svona. Að þetta ég svo mikið eitthvað séð hvað var það, sko, en ég var aldrei eftir að hafa neitt talað samhengi milli þessara lélegs námsárangurs og símanotkunar skapast. Það er bara svona gott tími og hann og... Já, það er alveg... Já, ég er bara í sig, ég er ekki til þessu. En það er líka varað við bara skjánotkun, það sem ég var að reyna að gera það er að fara inn á bakvið, sko, hvað eru þið að gera í skjáinu? Það er líka bara, þú veist, að foreldrar eru samtaka. Það er oft erfitt ef foreldrar eru ekki samtaka og maður er að setja einhverjar reglur og viðmið. Ég kvíði því mest með börnum mínu nú. Já. Ég get þetta, ekki segja. Svo þessi bókaleysi og blaðalausi heimur með að koma iPadum inn í skóla. Ég hef séð svoleiðis í Svíþjóð, svona frumverkefni sem fór mjög illa. Þannig að þá átti ekki verið með kennslubækur, allt átti gerast á iPad, skólinn notuðu iPad og þetta var bara eitthvað stjórnleysi. Og þau voru bara allan daginn og myndböndum og svo voru að færa til kennarana. Ef að bekkurinn var kannski óþekkur bekkur, þá fengu þau bara að vera í þessum iPadum og voru bara myndböndum, töluleikjum og námsárangur og allt eftir. Já, þetta getur líka verið með þægilegt fyrir kennarana eins og fyrir foreldra að setja börnin bara í skjá. En það eru til alls konar tilraunaverkefni sem að fólk hefur hætt með af því að þau eru ekkert að virka. Og bara hérna í menntaskólanum á Akureyri, sko það var 2001 eða eitthvað svoleiðis að þá allt í nátt allir að vera með fartölvur í skólanum og það voru mjög margir kennarar mjög óánægðir með það því þetta voru bara þungar glósubækur eins og þau orðuðu. Alls ekki þess virði. Það er kannski vert að finna að það líka sko að multitasking ekki til. Það eru rannsóknir ekki sagði margar en svona þetta sem ég séð það að konur halda gjarnan geti multitaska, það ekki rétt. Það kannski 1.000 sem getur gert það. Ég var til þætti fyrir nokkrum árum þar sem að háskólanum voru multitaska. Þótti fylgjast með þeim forritum sem þá voru í gangi og ef þú varst að multitaska og svona stöðlupróf afkastagetan minnkaði 60% hjá báðum kynjum. Þannig að multitasking ekki til. Þannig að en það náttúrulega til eitthvað svona savant fólk sko, sem maður kannski getur það. En multitasking ekki til en hins vegar höldum við það. Og sérstaklega konur. En það ekki til. Og þannig að ég held að fólk sé og að börn séu og mikið í að reyna að multitaska. Já, ekki spurning.
Það kannski, eins og margir hafa sagt, erum við sko að sigla svolítið inn í sko að greindarvísitala sé lægt og við sem að sigla inn í landið hans Þórbergs, forheimskunnar land. Hefur held á þessu með